Komdu sæl og blessu, kæra Meyja. Þá ætla ég að draga 3 spil fyrir þig og þau eru úr þessum fallega stokki hérna sem heitir Feminine Wisdom eða kvenleg viska. Ásakið. Við skulum sjá. Fyrsta spilið varðar fortíðina. Það er að segja, hvað getur þú, kæra Meyja, lært af fortíðinni? Hvað getur fortíðin kennt þér? Þar færðu spil sem heitir framfarir. Fortíðin getur kennt þér að þú hefur tekið framförum. Eiginlega bara segja það þannig. Það hefur ýmislegt gerst í fortíðinni þinni og margt sem að hér áður fyrr var neikvætt, það hefur tekið viðsnúning og er núna mun betra en það var. Þannig að það hafa orðið framfarir í þínu lífi og þú getur lært það af fortíðinni að framfarir skipta máli, bæði í þínu lífi og annara. Það skiptir máli að sitja ekki í sama farinu. Þetta getur verið varðandi sjálfa þig, einhvers konar sjálfsaga. Þetta getur verið líka bara varðandi einhverja ákveðna hluti í lífið þínu eða ákveðin tímabil. Þannig að framfarir eru mikilvægar. Hvert ættirðu að beina fókusnu þínum í dag, nútíðin? Fókusin í dag, kæra Meyja, ætti að snúa að sjálfstraustinu þínu. Að þú getur stólað á sjálfa þig og að þú hefur sjálfstraust til að gera það sem þarf að gera. Kannski sjálfstraustið þetta ekki búið að vera upp á marga fiska undanfarið og þú þarft svolítið að muna að klappa sjálfur þér á bakið og hafa trú á að þú sért bara besta manneskjan í djobbið, skulum við segja. Eitthvað sem þú ert að fara að gera eða varðandi samskipti þín við ákveðna mannesku. Að hafa sjálfstraustið uppi við og muna að tala sjálfan sig ekki niður. Þó að ykkur finnist ekki allt vera 100%. Því að kæru Meyjur, margar ykkar eru fullkomnuna sinnar. Já, þá skulum við kíkja aðeins á framtíðina og þetta er spurningin hvað þarf ég að vita framtíðina. Kæra Meyja, hvað þarftu að vita framtíðina? Þú þarft að vita hvert þú ert að fara. Það að nálgast takmarkið þitt skiptir máli í framtíðinni og það er eftir að segja þér hérna að þú munt komast þangað sem þú ætlaðir. Það er mikilvægt fyrir þig að hlusta á leiðsögn. Það getur verið leiðsögn einhverja vitura manna í kringu þig, en fyrst og fremst held ég að þetta sé svona þín innri leiðsögn eða leiðsögn frá þínum hjálpendum, leiðbeinendum, verndarenglum frá almættinu, einhvers konar andleg leiðsögn. Og þú mátt vita að þú hefur aðgang að henni hvenær sem þú vilt. Það er bara að biðja hana. Þetta er það sem þú þarft að vita varðandi framtíðina og það eru einhver fjöll hérna framundan sem gætu táknað erfiðleika eða hindranir en þú munt finna farsællega leið í kringum þau eða á milli þeirra. Þannig að leiðin er greið, kæra Meyja, svo lengi sem þú tekur ákvörðun hvert þú ætlar þér. Meyjan mín góð. Þannig að það eru framfarir, fyrsta spilið.
sem að þú þarft að hafa í huga og læra að þú hefur tekið framförum og síðan ef til vill ákveðin málefni eða eitthvað sem þú ert með í huga þegar þú heyrir þessu orð að þau hafa tekið einhvers konar stökk. Svo það sjálfstraustið þitt sem að ætti að vera í hávegum hjá þér núna, allt sem þú getur gert til að efla sjálfstraustið og að lokum það leiðin þín hvert þú ætlar þér. Ok, kæra Meyja, gangi þér allt í haginn með þetta, ljós og kærleikur.